Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til þess að þau nái að hámarka getu sína. Þetta er gula leiftrið. DHL Express. Við gripum hérna Ingvar Pál, hann þykist vita sitt hvað íslenskan kvennakörfuknattleik. Nú ljós hvaða lið mætast í úrslitakeppninni og þú játtir því að svona gefa okkur þitt álit á þessu. Tökum fyrst Keflavík Hauka. Hvernig leggst svona sú rimma í þig? Sko, sú rimma leggst mjög vel í mig núna. Keflavík á þessu svona búin að vera strögglaðin svona í lokin en með þennan leika mútið KR núna það eru þetta bara að sína sitt rétt andlið núna. Þeirra nýji Kani að koma betur inn í þetta, hún átti stórleik í kvöld, var að setja skotin sín og var flott. Haukarnir bæta við sig, skipta út leikmanni. Ég held að það verður bara verið jákvætt fyrir þeirra lið að fá svona meiri köggul inn í og ég held bara að sú rimma verður alveg, maður bara fær vatn í munni bara að fara að fylgjast með því. Það verður ekkit walkover hjá Keflavík en Þessi dama nýja, Jenkins, hún að koma úr svaka deild í Ísrael og menn að tala hún sé að breyta þessu Haukaliði í það að vera bara mjög sigurstrangslegt lið. Já, en sko Jensi Rhodes ennþá leiðtoginn í liðinu og það skipt svolítið málið því að hún sú sem að deila boltanum. Íris og Margrét Rósa voru að spila rosalega vel núna framan af vetri og þær þurfa að finna formið aftur. Íris búin að eiga núna 2 góða leiki í röð og hún verður bara að halda því striki og Margrét Rósa þarf bara að vera þessi X-faktor kannski en það breytir því ekki að Keflavík búin að vera að ströggla svolítið með svona þunga inside kanna eins og Marló í Snæfelli og þess vegna þetta breytir svolítið landslæðinu fyrir úrslitakeppnina að Haukarnir fái tilnýjun. En að samaskap eru Haukar ekki með Pálínu og hún í fanta formi. Pálína bara að öðrum ólöstum búin að vera besti leikmaður Íslandsmótsins í vetur og ég held að þessi ekki halla á neitt. Þvílíkur leiðtogi og bara alveg frábær leikmaður og það er alveg rétt. Það er bara eitt lið með Pálínu og ef hún er að spila eitthvað í líkingu við það sem hún er búin að vera að gera núna þá segir það sitt að Keflavík auðvitað á að fara inn í úrslitakeppnina í fyrsta sæti og sigurstranglegar. Það er sigurstranglegastar. Það er bara ekkert flókið. Ef við lítum að hina rimmuna, það er Njarðvík Snæfell og Njarðvík með heimaleikjaréttinn. Þetta eru liðin sem mættust í bikarúrslitum og Njarðvíkingum hefur gengið rosalega vel með Snæfell. Já, þeim hefur gert það. Þeim hefur gengið mjög vel með Snæfell og Snæfell að vísu sko bara hattinn af fyrir Snæfelli að þær eru kannski það lið sem að kemur inn núna, stimpla sinn í úrslitakeppnina, stimpla sinn í 3. sæti. Þær eru til alls líklegar. Jordan Murphy átti afleitan leik í bikarúrslitaleiknum. Þær þurfa að treysta það að hún sé stöðu og hún eigi þá leiki sem hún þarf að skila. Hildur verðist búin að vera jafn þess að meiðslum, svo er bara spurning. Þú ert með svo miklu reynslubolta eins og Hildi, Ölduleif, svo ertu með ungar stelpur sem eru búin að vera virkilega að skila sínu, Hildur Kjartans og fleiri. Berglind Gunnars eru komið inn í þetta, svo það er spennandi. En að samaskapið þá verður ekki tekið að því að við tölum Pálínu að í sömu andra þá er Petrónulega búin að vera alveg æðislega fyrir Njarðvík og sýnir líka sjálfstöðst henni, hún er að sko dundra þristum bara 3 metrum fyrir utan línun og það bara hún hefur trú að þetta fara allt ofan í og þar er fyrir utan þessa frábæru leikmenn. Lele Hardy er búin að vera kannski jafnasti útlendingun í allan vetur. Bara framlagstíðin á henni og Tjalís hefur bara búið að vera eitthvað sko, það er bara búið að vera pínulítill munur. Það var út af að Lele Hardy misti af einu leik á móti Fjölni og með þær 2 heilar, ef að Baker Bryce er heil og Lele Hardy heldur áfram, þá er það bara jafn spennandi eins og Keflavík Haukar. Bara deildin, kvennadeildin er búin að vera svo skemmtileg að það er eiginlega bara synd að horfa eftir hamri niður og bara ævintýrlegt að sjá hvernig Fjölni bjargaði sér. Þannig að þetta er búið að vera frábær vetur og ég held að það veri bara framhald á því núna í úrslitakeppninni. Áður við sleppuðu bara eitt að lokum. Sérðu eitthvað hverjir að fara að mætast í úrslitaseríunni?
Nei, maður verður þetta að tippa á það að Keflavík sé sigurstanglegasta liðið og þær sé að fara í úrslit. Ég vona svo sannarlega að Haukarnir velgefa með þessu ruggum. Ég sko ef Snæfell finnur einhver leið til að stoppa Baker Bræs þá eru þær í séns en þær eru svona dark horse farið inn í úrslitakeppnina. Það kemur mér ekkert óvart þó að væri Keflavík Njarðvík en eins og staðan er núna, þetta er bara nýtt mót og það eru allir í séns.